Þá er komið að desemberlesögn fyrir Vog. Svo ég innfri aðeins á praktísku atriðunum þá er ég að vinna í flæði og ég tengi mig inn á einhverja ákveðna bylgjulengd eða tíðni þar sem að einhver hópur ykkar er líka búinn að tengja sig inn á. Þannig að þetta er ekki að fara að virka fyrir alla en vonandi fyrir þá sem þurfa á því að halda. Nú, ef þú ert ekki að tengja við merkið þitt, þar segja sólarmerkið þitt sem er kennt við fæðingardaginn, þá mæli ég með því að kanna önnur merki stjörnukortinu þínu ef þú þekkir þau, þá sérstaklega rísandi merkið þitt, tunglmerkið þitt, eða ef það er eitthvað merki sem endurtekur sig reglulega í kortinu þínu. Eins líka þá að þegar þetta er svona opið og þetta er flæðandi þá eru viss atriði sem er svolítið sveigjanleg. Svo sérstaklega eins og kyn og aldur, nákvæmar tímasetningar, dagsetningar, skilgreiningar í samböndum og slíkt sko. Þannig að við skulum ekki vera að fókusa of mikið á smáatriðin, hagræta smáatriðunum innan skynsamlegra marka þannig að þau passi við þínar aðstæður. Ef að leiðsögnin á að mestu leyti við fyrir þig, þá er lesturinn til þín og það tekur því bara. En við skulum dempa okkur í þetta. Við skulum byrja á því að fá að sjá hvaða Vog ég er að lesa fyrir. Fá nokkur spil fyrir það. Og allt í lagi. Svo vil ég fá uppákomur og áskoranir fyrir Vog 9. desember. Við skulum fá leiðsögn fyrir Vog. Og við skulum fá niðurstöðu. Og við skulum fá það sem Vogin veit ekki, það sem henni er hulið, en það sem hún hefði gott að fá smá auka innsýn inn í hér neðst í stokkinn. Kæra Vog. Finnst eins og þessa dagana þá sé búið að vera
það er svona eins og sé svolítið þrengt að þér. Það er svona verið að svona annarkvort að reyna að þvinga þig inn í eitthvað kassa eða eitthvað mót eða sko þrýsta þér í eitthvað ákveðna átt eða ákveðna leið sem að þér líkar ekki og þú vilt ekki fara og þú ert svona að huga að því kominn tími til að fara í eitthvað allt aðra átt og kúpla sig algjörlega út. Þetta er tilfinningaleg ákvörðun og þér finnst það erfitt af því að þetta er líka eitthvað sem að þú ert búin að þekkja og þekkja eitthvað tíma, þú ert búin að læra mikið hana og eins líka þetta er eitthvað sem að þér finnst gaman að gera, þú þekkir þig þarna, þú ert algjör snillingur í því sem þú gerir í þínu fagi og í þessum aðstæðum sem þú ert vön að vera í. En það er eitthvað neina, þetta er farið að þrengja of mikið að þér og það eru, verð ég að segja, mér finnst vera eins og bröðutafli hérna því að það eru hlutir sem hún veist ekki og það eru leyndarmál í gangi, það er svona hérabæli svo að sé eitthvað verið svona aðeins að læða búkast á bakvegi og það er óheilt og það er eitrað. En eins og ég segi, þetta er eitthvað sem að ég veit ekki hvað það er, hvort þetta sé vinnustafurinn en einhver félagsskapur, einhver starf sem þú hefur verið í sem að er þér að mörguleyti alveg ofboðslega dýrmætt og eitthvað sem að þú nýtir þín vel í. Þannig að það að upplifa núna eins og þetta sé orðið óheilt og aðþrengjandi fyrir þig og mögulega sé ekki vera að fara heiðarlega fram við þig. Það er ákveðin sársauki í því fyrir þig, en á sama tíma þá ert þú þannig sterk og þroskuð að þú getur alveg tekist á við og þú ert í rauninni að taka meðvitaða ákvörðun eða meðvitaða vangaveltu í það minnsta að skoða hvort að það sé sko þá komið að því að þú sjálf leitir á ný mið. Hvort sem þetta er í leika eða starfi eða hreinlega í samböndum. En þetta er allavega að þú ert farin að upplifa að þetta er heftandi. Og það er aldrei gott, ef við förum að upplifa stöðnun sérstaklega í því sem við gerum. Áskoranir þínar. Áskoranir og uppákomur. Þá er hérna, það er eitthvað skýr stefna sem þú ákveður að taka og eitthvað skýr leið sem að þér býðst að fara sem að samsvara sjálfrið þér mjög vel. Við erum hérna með sverða drottningu sem að er táknmynd vogar. Þetta er svona þessi þenkjandi aðili, þessi hugsandi aðili sem vegur og metur alla hliða málsins og úrskurðar frá því. Það er sverða drottningin. Hún er sama móti líka svolítið svona sálfræðingurinn í vinahópnum. Það er svolítið mikið þú. En það er hérna verður ykkur upp að koma eða koma upp aðstöður þar sem að þín stefna er mjög skýr. Þar sem að þú ert í essinu þínu og það verða ykkur sigrar fyrir þig. Þú vinnur í ykkur málum eða að minnsta kosti ef þetta eru persónulegir sigrar sem að mér finnst tengjast í að heila annaðhvort sko þessi erfiðleika gagnvart aðstæðunum sem þú ert í eða jafnvel eitthvað annað eldra, eitthvað sem er búið að fylgja þér eitthvað tíma, eitthvað sem að var mjög djúpstæður sársauki á sínu tíma. En þetta er mjög skýr stefna á sko að styrkja þig og heila þig. Það verður mjög afgerandi næstu vikur, finnst mér. Ef við tökum hér leiðsögn þína fyrir desember, þá er hér verið að bjóða þér að taka stórt skref út í bæði óvissuna og út úr þægindarammanum, út úr því sem þú þekkir. Og það getur einmitt verið þetta sko sem við vorum að tala um. Núna er þægindarammi sem hún þekkir kannski í mörg ár farin að þrengja að þér og þá kannski bara komið tími til þess að stíga eitthvað skref ykkur alltaf rátt, eitthvað sem hún þekkir engan veginn. Þetta getur líka hreinlega verið að í núverandi aðstæðum að þú
stígur upp fyrir sjálfa þig, látir heyra í þér eða því líkt, segir raunverulega skoðunar, ekki í staðan fyrir að flæða með. Okkur finnst oft rosalega gott að bara flæða með og forðast einhverjar áskoranir eða konflikta, en þannig finnst mér eins og að þú svona stappir svolítið niður fætinum og passir þannig að nei, nú segi ég mitt. Og það er hluti að ég skila fortíðinni svolítið til síns heima, og þannig að þú þurfir ekki að draga hana með þig lengur. Og það er alveg pínu ógnvænlegt, það er alveg pínu scary, en hins vegar þá er þetta rosalega gott tilboð sem var að bjóða þér. Það er að vera að bjóða þér að bara taka þvílíku atriðin úr fortíðinni eða eitthvað gömul munstur, gamla hegðun og eitthvað gamalt eitur og bara jarða það. Og fyrir vikið skapa rúm fyrir meiri gleði og hamingju. Þú hefur ekki hugmyndu hvað er framundan, en það er svolítið svona so what? Og á sama móti þá, já, þetta verður áskorun, en þetta er ekkert eitthvað sem þú ræður ekki við. Þetta er rauninni bara þvílíkt eflandi fyrir þig, mjög þroskandi, og alveg þannig að þú farið að njóta þín í, eins og ég sagði líka áðan, í essinu þínu. Og mér finnst einhvern veginn, það er hér fyrst og fremst áminningur að vera rosalega sönn þér, kæra vog. Og þínu eðli, fylgja algjörlega þínu innsæi og þinni rökhugsun, og það er nefnilega það sem að gera vogina svolítið einstaka, er að hún er aldrei sjálfselsk á annarra kostnað. Hún er alltaf réttlát og sanngjörn. Þannig að meira segja þegar að þú lítur á hlutina þannig að, heyrðu, nei, ég vil þetta og það er rétt að ég fái mínu fram hér, þá ertu samt búin að vega og meta hvort að þú sér þá nokkuð að vera ósamgjarn hvort öðrum. Þetta eru mjög skýr kaflaskil í lífinu og þetta mun fylgja svolítið áfram. Og þú ert svolítið á þeim krossgötum að þú ert að horfa svolítið svona líta yfir farin veg að sjá hvað þú ert búin að eiga mikið í þessu sambandi eða í þessum aðstæðum, hvað þú ert búin að fara í gegnum margt og hvað þú ert búin að þroskast mikið í gegnum það. Og mér finnst ég sjá þig horfa fram á þig út í óvissuna, út í þetta óþekkta, og þú sérð ekki hvar vegurinn endar, en þú ert samt tilbúin til þess að halda áfram. Og það er svolítið sú mynd sem að mér finnst fylgja þér núna, að það er svona ákveðin, þú sérð einhvern veginn svona, þó þú vitir ekkert hvar þú ætlar að enda, hvar þú munt enda, þá sérðu, ok, ég vil halda áfram í þessa átt. Veit ekkert hvar ég lendi, en líst vel á þetta og þakkandi fyrir allt sem er að baki. Og það er mjög fallegur staður til að vera á, og það er að gera að fylgja þeirri hvöt. Ef við sjáum niðurstöðuna þína, þá sé ég að þú þarft að vanda þig svolítið í það að vera dippla og sérstaklega í samskiptum og samböndum, og það er svona líka að þegar mér finnst eins og það sé verið svona pínu eitthvað svona bakmakka, ekki alveg vera, það er eitthvað sem að mér finnst vera svona svolítið undir yfirborðinu, þannig að þú þarft að passa þig alveg, þú þarft að vera með varan á, og svo maður tipla svolítið á tánum, ekki hleypa hverjum sem er að þér. Veldu stuðningin vel, veldu stuðning þeirra sem þú raunverulega treystir, sem þú veist að svona standa við baki á þér. Þú átt nokkra þannig, hvort sem það er einn aðili eða fleiri, maki eða partner eða besti vinur eða vinkona eða hvað. Þá eru hérna svona ákveðnir sterkir sálufélagar sem fylgja þér eða einn sálufélagi, hvort sem það er. Og þú hefur alveg gífurlega stuðning með þér. Þannig að þú getur alveg leyft þér að flæða svolítið. Eins og ég segi, flæða svolítið svona í þínu eðli og þínu innsæi sem þú sjálf
Það eina er að þú sér það, þú þarft aðeins að vera varasöm þarft að vera svolítið dipló, en þú ert mjög góð í að vera dipló. Þannig að ég hef litlar áhyggjur af því þar. En hafðu þá sem þú treystir nálægt þér og vertu opin við þá. Leyfðu þér að hreinlega berskjalda þig gagnvart þeim þínu svona allra traustustu ef þú getur. Vertu bara einlæg og láttu svolítið vita af þér þegar þú finnur, heyrðu, nú finnst mér þetta vera mjög erfitt og ég getur aðeins tekið hendur á mér, bara í smástund. Að þú hefur alveg í hið allra minnsta einn mjög sterkan með þér í þeim stuðningi. Mér finnst vera fleiri. Nú, það sem þú veist ekki er að það eru, sko, fyrir að fyrsta þá hætti þér stundum til að fara og geisti hlutina. Það er svolítið þú. En það er líka, þú ert líka svolítið góð í því að finna út, sko, hvenær er ójafnvægi og hvenær þú ert svo snögg að bregðast við þegar það verður ójafnvægi. Það verða stórar uppákomur á næstunni. Það er eitthvað í gangi og það verða stórar uppákomur og það verða svo litla bombur í kringum þig. Þess vegna er greinilega svo nauðsynlegt fyrir þig að standa mikið með sjálfur og vera með góðan stuðning. Að það eru talsverðar bombur í gangi og það verða breytingar í nánum samböndum og ýmislegt að gerast í nánum samböndum. Hvort sem það eru ástarsambönd eða vinasambönd eða hvað. Og þú þarft að vera svolítið vakandi fyrir að hlúa að sjálfræði fyrst. En það er líka að það kemur hérna þetta sálufélagaspil hér í niðurstöðunni. Að það finnst mér vera ykkur sem er ofboðslega náinn þér og ofboðslega sterkur með þér. Mögulega ykkur algjörlega nýr sem að kemur af þvílíka offorsögnu inn í líf þitt. Nýr eða ekki nýr. En einhver sem tekur stórt skref inn í líf þitt sem styðjandi við þig og er eitthvað neginn, sko, með þér í gegnum þessar bombur. Verður þér mjög náinn. Ég ætla ekki að selja það að þetta sé strax eitthvað ástarsamband, en mjög náinn. Og því mun fylgja mikil hamingja, mikil gleði, mikil styrkur, mikil orka. Og það er hér mjög skemmtilegt samspil, aftur, mikil stuðningur og þetta góða samspil og hringrás að byrja algjörlega upp á nýtt. Eins og ég segi, þú ert í ákveðnum kaflaskilum og þetta er svolítið, þú ert að fara inn í hápunktinn í eitthvað svona klæmaks í einhverjum kafla. Og hvað er framundan eftir það sé ég ekki. En þú ert, sagaðin er svolítið að tikka upp í svona ákveðin hápunkt og svo lendum við í cliffhanger akkurat hér í þessari lög. Þannig að þú voru að bíða þann til janúar. En við skulum fá smá innsýn hérna. Fáum smá viðbót á þetta. Fylgdu gleðinni. Þú fékkst sólina hér. Þessi eins og ég segi, það er ykkur sem er svona poppa inn í lífið þitt eða hvort sem þekkir hann fyrir ekki, sem að er mjög svona, svona vekur miklu gleði og er eitthvað neginn sterkur í sínu. Það er líka verið hreinlega bara þú, en er að koma mjög sterkur inn í lífið þitt núna og leyfðu þér svolítið að njóta þess, leyfðu þér að njóta þessara sólarorku og sólargeisla
og hafðu það sem svolítið leiðarljós í gegnum þetta, þú veist, leyfðu þér að vera bara í bjartsýnina þegar það eru svolítil átök hérna með og þú þarft að standa svo mikið með sjálfur þér. Leyfðu þér að vera bara, leyfðu þér að vera í ljósi, leyfðu þér að vera bjartsýn, leyfðu þér að vera jákvæð og þú veist, vertu svolítið fókusur á björtu hliðarnar á hlutunum. Hljómar fáránlega sko og kannski svolítið grunnt en leyfðu þér bara að njóta. Líka fáránleikans í þessum erfiðleikum sem eru þarna til staðar. Og ef það er einstaklingur nærri þér sem að einhvern veginn vekur þessa gleði og bjartsýni í þér, leyfðu þér þá að vera svolítið í kringum viðkomandi. Ef þú ert með eitthvað svona sólargeisla í kringum þig, þá endilega njóttu nærverunar. Aftur, mér finnst þetta mjög skýrt. Vertu sönn sjálfur þér. Það er gerð krafa það að þú sért algjörlega sönn og jöfn í sjálfur þér. Þetta er vogar spilið. Bara í einu og öllu. Réttlætið. Eins og ég sagði, það er verið, sko, þú ert að fara inn í ákveðna, svolítið svona kröfuhart tímabil þar sem að þú þarft að halda mjög skýra stefnu í því hver þú ert en þetta er til að styrkja þig og heila þig og þetta verður ekki auðvelt en hins vegar þá er þetta er hluti af þínum vexti til að nálgast aðra sjálfu þitt og sannasta sjálfu þitt. Í lausunniðinu voru búin að tala að stíga svolítið skrefið út í þetta óþekkta og skilja svolítið við gamalt úr fortíðinni. Það þú ert á kaflaskilum og því fylgir svolítið spurning, þetta er alveg spurning að þú vorum að tala að það er svona eins og sért að mögulega stíga út úr einhverjum aðstæðum að þú stígir í einveruna í staðinn. Það hér kemur einbúin. Það er svona, já, ákveðnar vísbendingar í því að mér finnst eins og þú sért bara að stíga út úr aðstæðum sem eru orðnar þér óheilbrigðar, hvort sem það er í leik eða starfi eða í sambandi. Þá finnst mér eins og þú sért svolítið að kveðja ákveðin kafla. Og við kíkjum svona niðurstöðuna aftur. Það kemur hangin og það er nýtt sjónarhorn og að gefa eftir í ferlið. Þannig að það er alveg kominn tími fyrir þig að takast á hlutina með nýrri nálgun, nýju sjónarmiði og eins og ég sagði eitthvað við því hérna áðan þá fannst mér pínu eins og þú væri svolítið meira að standa fastar með sjálfur þér og láta meira í þér heyra. Vera svolítið staðfastari og eins og ég segi þannig að þú þarft að vera svolítið dipló og hafa svolítið þína réttu með þér í liði og ekki hleypa hverjum sem vera svolítið flæðandi. Það er hér, og þetta er eitthvað sem er þér svolítið nýtt finnst mér kæra Vog, að ætla að fara að segja hlutina upphátt og tala svolítið bara hreint út. Þú kannt alveg að vera mjög diplomatísk og pólitísk og þú ert alltaf réttlátt í því sem þú gerir. Þannig að þegar það er gengið á réttlætið þitt þá fer það svolítið mikið í þig. En aftur á móti þá er þér mjög eðlislegt að vilja ekki rugga bátnum eða stugga við
Mér finnst eins og þú sért svolítið núna að breyta stefnu og bara nei, nú stend ég með því sem að rétt þrátt fyrir að það ruggi báttum, þrátt fyrir að stuggi við hinum á þessum, þrátt fyrir að það valdi smá usla. Ég get alltaf staðið sönn í mínu eðli þrátt fyrir að það fari, þrátt fyrir að það verði einhverja bombur og sprengingar og allt þegar svona fari í eitthvað stríðsástand, þá hef ég burðina í það að vera samt sönn sjálfri mér og réttlát. Það er svolítið þar sem að ég sé þau núna. Þetta er eitthvað sem að tilheyrir algjörlega þinni innri þekkingu og innsæi. Og það er eitthvað neginn, þú finnur svo hreint og klárt þegar þú ert að gera rétt, þannig að þú skalt elta það að fylgja því. Þú ert í miklan þroska, það er hérna að þú ferður æðstu meðpresti yfir í keisarinju. Þannig að eins og ég segi, þetta er ákveðin kaflaskil og þetta er mikill þroski. Aftur kemur að þú ert einhvern veginn, þú ert að stíga út í óvissuna mér finnst sko þetta er bæði að þú ert að velja að stíga út í einhverja óvissu og á sama tíma þá finnst mér einmitt þú ert að velja að hafa eitthvað með þér og ert að stíga út í óvissuna en þú ert með svo góðan stuðning og mér finnst vera eitthvað svona partner þarna. Andlega hliðin hefur sjaldan verið jafn sterk. Þannig að leyfðu þér að hlusta bara mjög djúpt á innsæðið, þessi réttlætistilfinning sem þú færð, sem er svona innbyggð í þig, treystu því. Svo ætlum ég að fá hér í lokin eitt lagstjórnarspil úr Mystical Shaman orgelstokkinum til að taka þetta aðeins heim og saman. Og það kemur hér spilið Soul Retrieval, að sækja sálina heim. Að sækja sálina er athöfn eða þjálfun sem að hjálpar þér að sækja hluta af sjálfri þér, orkunni þinni, viljanum þínum, sakleysinu þínu, þeim hlutum af þér sem þú hefur tapað eða týnt. Í fyrstu, þegar við byrjum að nota þessar aðferðir, þegar við byrjum að sækja í sálina okkar, þá gerum við það út frá því að heila særindi, sársauka, alveg aftur í barnæskuna. Seinna lærum við að þessi vegferð, þetta ferðalag sem að tilheyrir því að sækja sálina sína, þetta er í rauninni það að við erum að sækja okkar innsta eðli, okkar náttúrulegasta eðli, sem að er skapa beint í uppsprettunni. Þetta er til þess að heila okkur sjálf, gera okkur algjörlega að einni heild. Boðið með þessu spila er það að það verður að segja að þú ert ekki lengur í hlutum. Þú ert ein og heil með sköpun jarðar, sköpun heimsins. Þú ert ein heild með uppsprettunni. Þú ert búin að heila mikinn sársauka. Þú ert búin að heila mest stærsta sársaukan í lífinu. Þannig að það er engin ástæða til þess að ætla að dvelja með þeim sársauka lengur. Ef þú ert ennþá að sveima með opin gömul sár, fyndi þér þá nýja veg. Ekki láta litlu hlutina í lífinu trufla þig. Ekki detta í fullkomna áráttu fyrir einhvern smáatriðin sem skipta kannski ekki eins miklu máli í stóru heildarmyndinni. Líkt á heildarmyndina og einbeitir að því sem þú vilt sjá þar. Líktu til þess tíma sem að þú
þegar þú settir þín gildi, þína trú til hliðar og lést ganga á það. Til þess að í rauninni sækjast eftir samþykki eða ást frá einhverjum öðrum. Líttu tilbaka yfir líf þitt og athuga hvenær það gerðist í fyrsta skipti. Hvenær þú settir sjálfa þig og gildið þín og því sem þú trúir til hliðar. Hvenær þú lést ganga á það til þess að fá samþykki frá öðrum. Horfðu á það augnablik í lífiðinu og lofaðu sjálfur þér að láta aldrei ganga þannig á gildiðin aftur. Og ef það eru einhver atriði í lífiðinu þar sem að þú hefur sæst þig leyft einhverjum að ganga á gildiðin í nafni ástar, vertu þá vissi því að það er ekki rétt og það þarf rétta það af. Þannig að þetta er svolítið mikið, ef við tökum þetta heim og saman, þá er verið að púsla þér saman í eina heild, í sannasta sjálfið, eitt æðra sjálfið, sem hluta að uppsprettinu og sköpun jarðar. Og það er svo mikilvægt fyrir þig núna að standa með sjálfur þér, standa með gildunum þínum, réttlætinu þínu og vera þú. Af því að þú ert á svo dásamlegu stað í þínu heilunarferli. Ég ætla að láta þetta nægja. Ég tel að þessari leiðsögn sé lokið. Ég vona að þessi skilaboð rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og komið til með að nýtast og gera gagn. Þannig að í bili þá segi ég bara takk fyrir mig og þar til næst.